Vinur, tap fyrir sterku liði Slóvena í dag. Hvað er að gerast hjá okkur? Hvað er tapið þessu? Hvað er að gerast? Hvað töpuðu honum? Við töpuðu honum aðalega bara á varnarleiknum og þá kannski ekki gefum okkur svolítið svona ómikið að færum í fyrrhálfleiknum og enda erum við að fá eitthvað 60 stig á okkur, sérstaklega seinni hlutanum í 37 stig í öðru leiklutum. Þetta er sterkt sóknarlið og mikil ógn náttúrulega með svona líkamlega yfirburði á ansi mörgum stöðum og svo náttúrulega skemmir ekki fyrir að vera með hennar þólanlegan leikstöðunda í Dragic. Hann er víst ágætur körfubolta, þannig að þeir einhvern veginn fundu alltaf svör og voru ná að koma stigum á töfluna á of mörgum stöðum, þannig að leið og vinna við kannski skotin okkar fóru að svona hristast upp úr og fara af þá ég náðu þeir alltaf að skora áfram okkur og byggðu þann upp munin. Dragic sagði við mig rétt á hann að þið hefðu verið hættulegir á meðan að þið skotu voru þetta. Já, ég meina við lifum svolítið á degi með þeim og það er erfitt að alltaf treysta það heilan leik. En þess að segja það snýst svo mikið varnarleikin, þetta snýst svo mikið að við náum þessu stoppum og frákustum og því ef við gerum það þá getum við sótt hratt í baki á það. Það er auðvelt að fókusera á að klikku skot eða einhverjar svona staðarsóknir eitthvað svoleiðis en við lifum á degi með vörnum og meðan andstæðingunum að spila hana vel yfir 80-90 stig þá er þetta alltaf gríðarlega erfitt fyrir okkur og það er það sem við erum átt okkur á. Það sem er eiginlega maður svona sagtastu með það er að við skulum ekki ná að gera betur þar. Fjórir stórir tapleikir núna komnir á mótinu. Hvernig svona fyrir hugafastlega, hvernig er að koma sér í gang fyrir næsta? Það er alltaf verið að tapa alltaf en ég sterkur hugur, ég held að kannski að það sem er að kannski meira er að gerast er að sýna eiginlega hvað árangurinn Berlín var virkilega góður. Ég held að í staðinn fyrir að setja Berlín sem eitthvað 0 punkt og gefa þessu móti eitthvað mínus þá kannski frekar eftir að snúa þessu við og setja þetta sem svona kannski eðlilegar úrslit með að við getum inn á liðunum og Berlín hafi bara verið plús. Við náttúrulega erum að spila núna á móti áfram gíruðarsterkum þjóðum og þeir þekkja okkur aðeins betur og maður finnir að þeir eru búin að undirbúa sig og ráðast á okkar veikleika og vita hvað við erum að reyna að fara að gera varnarlega og þá á refs okkur fyrir það. Þannig að ég held að virðing okkar hefur aukist munað undanförnum árum og sem veldur þess að liðið mæta tilbúin í leiks. Á sama tíma þá náttúrulega er afrek að vera hérna og við verðum ekki að gleyma því að það er ekki mörg ár síðan að fólk hélt að Ísland á stórmóti í körfubolta hafi ekki séns. Þannig að núna er bara að reyna markmið okkar að halda okkur á þessum mótum, halda fram að komast á þessi stóru mót, halda fram að nýta okkur þau tækifæri að vera betri og svo með tíð og tíma og með mikilli vinnu þá hver veit nema við getum farið að klifra eitthvað ofar. Síðustu leikur annar kvöldamóti heimamönnum Finnlandi. Hversu settir að ná í fyrsta sigur? Pakkað hús og lætið, bara frábær stemming í leikjunum að Finnunum. Finnur alltaf búin að spila gríðarlega vel, en ég held að bara síðasti leikur, maður bara förum all in og kýlum á þetta. Við erum búin að leggja okkur fram, við erum búin að gera eitthvað best í öllum leikjunum og þetta hefur verið kaflaskipt, þannig að vonandi náum við að setja saman leik sem við erum góðir í meira en 20 mínútur. Kannski náum að setja leik sem slæmingkaflinn er stuttir og hver veit nema allt getur gerst. Ég meina þeir vera mögulega komin í stuður og komin áfram. Það hefði verið skemmtilegast að vera í stuða sem við geta kannski svona meitt þeirra vonir en ef við sjáum bara til þetta er leikur sem maður er búinn að hlakka til og búið að vera langt og skemmtilegt sumar hjá okkur og ég hef fulla trú á því að við munum enda þetta á góðu nótunum einn átt eða annan.